Nei, så gott bara fyrir. Það Björn Þórarinsson sem ætlar að tala heila blóðfall. Það margt gerst þar á síðustu árum, hérna áður fyrr gátum við ekkert annað en starað á sjúklinginn og vonað það besta. En það hefur ekki gerst síðan þá og Björn hefur verið leiðandi hér á landi í þessari meðferð. Björn, gjörðu svo vel. Já, takk, ég ætla að segja ykkur frá svona yfirferð aðeins bara. Og blóðþurrarslag, þá verður skyndileg stífla í heilaslagað og þar sem að blóðþurrinn er alvarlegust, það verður svona svæði sem fer í iskemíu. Þar sem hún er alvarlegust og það óafturkræfur skaði verður mjög fljótt þar. Að við nefnum þetta drepkjarna, infarct core, en umhverfis hann á þessu svæði sem að æðir nærði, þá er svakalega jaðarsvæði, þar sem að blóðflæði er mikið skert, en það er ekki orðið óafturkræft drep, að minnsta kosti ekki ennþá, það tekur lengri tíma. Og þetta svæði sem er jaðarsvæði fær skyndilega allt blóðflæði frá aðallegum blóðnæringasvæðum. Við köllum þetta kollateral blóðflæði og þetta svona til dæmis slagarnir á yfirborði heilans samtengjast og svona afturflæði. Við taugaskoðun þá hins vegar sér maður að það er brottfall sem er bæði svarandi til drepkjarnans og jaðarsvæðisins. Þannig að það er stærra brottfall en drepkjarnin og þannig getur verið misræmi á milli klínískra einkenna og hvað er óafturkræft skaðað. Og við köllum þetta svona clinical core mismatch. Það er að segja að clinical core mismatchið, það er bjarganlega svæðið, penumbran, sem hægt er að laga ef maður opnar slagæðina. En þetta jaðarsvæði þolir ekki lengi skerðingu blóðflæði og það er viðkvæmt þetta flæði. Það má ekki mikið bera út af að þá skerðist flæði inn á þetta svæði og taugafrumurnar fara að drepast hraðar. Og með tímanum þá stækkar þessi drepkjarni því að sífellt stærri hluti jaðarsvæðisins skaðast óafturkræft. Og hvernig við erum og hvernig gæði er á þessu kollateral flæði, það ræður miklu og öllu varðandi hlutföll í jaðarsvæðis og drepkjarna þegar sjúklingur kemur inn á spítala, sama í hvaða tímaglugga hann er, hvort sem það er 1 tími liðinn, 4 tímar liðnir, 12 tímar liðnir, 16 tímar liðnir, þá er þetta hlutfall mjög breytilegt eftir einstaklingum. Og það sem við reynum að gera er að opna sem fyrsta æðina til þess að laga þetta. Og svo kemur næsta, já. Og hérna til að sér maður mjög gott svona dæmi þetta. Þarna erum maður með 3 myndir, þetta heitir multiphase angio. Gefum maður kontrast og svo er tekin 1 mynd eftir stuttan tíma, önnur aðeins lengur síðar og ein í 3. seinna. Og við sjáum hérna til vinstri að þá sjáum þið, ef ég set örna, sjáum þið örna. Þetta er sem sagt arteria cerebri anterior hérna upp, sem er að fyllast, en hérna er blóðtappi og hérna ætti að fyllast media, en hér er bara stopp. Og í fyrstu myndinni þá er arteria cerebri anterior svæði fullt, en á seinni myndinni þá er farið að flæða hér blóð hér inn. Og í 3. myndinni sjáum við miklu meira blóð fara að flæða hér inn, en þetta gerist miklu hægar og þetta er komið í svona bláa fasa líka aðeins hérna. Eða þetta er lengra komið í fasanum. Og við sjáum hérna hvernig heila slagaða svæðið fær kollateral blóðflæði frá anterior cerebral artery hérna. En það sama er að gerast líka frá posterior, það er bara ekki skuggaefni að sýna það. Og þessi sjúklingur hefur mikið gagn af þessari opnun og við getum gert þetta líka með að skoða svona perfusion scan. Og þá getum við búið til líka svona maps, en við gefum skuggaefni og ef að það tekur meira en 6 sekúndur að fá max í topp í skuggaefnis að hvað nemur, að þá er það skerðing, mikil skerðing, en mjög það sem drepkjarni, það sem er mikið, það sem líklega er skaðorðin, að það er með cerebral blood flow sem er minna en 30% miðað við hinn helmingin, eða betri helming. Og þetta er evidensin í því að gefa TPA, þar sem við erum með 6.800 sjúklinga og það er allir jafnir og við gefum meðferðina og
Ég hef nú kannski ekki skjátt að hafa hina glæðina með, ok, sem sýndi þetta hins einaðist, en við sjáum hérna múið að setja niður í subgrúp-analýsu að við erum með hérna að það svolítið heterogeneity hér, milli þess og þessi, þannig að við höfum valið að vera undir 4,5 tíma. Þetta verður sett hér upp í svona módel, hvernig það dettur niður með tíma, líkurnar á góðri strókútkomu. En við svona 5,2 tíma þá sker þetta svona ásinn. Og þetta dugar hjá gömlum og líka ef maður er með væg einkenni, meðalmikil einkenni, slæm einkenni, þá er alltaf hagur. En líkurnar á því að verða góður minnka aðeins með því sem að maður er með meiri kannski einkenni. Við getum líka gefið TPA með segulómrannsókn og þá notum við það að flermyndir sýna cytotoxískan bjúg og þær verða jákvæðar mjög hratt og sýna blóðþurrarslag að ræða. En svo sjáum við það að við erum diffuse imaging, en svo erum við með það að flerbreytingarnar tekur hans tíma að myndast. Það gerist á nokkrum klukkustundum. Og þá hefur það verið gert að gefa TPA á sjúklinga, prófa það í þessari rannsókn sem að voru ekki komnir með neinar augljósar flerbreytingar. Það mega vera flerbreytingar, það má bara ekki vera augljósar. Það má vera kannski vottur en ekki neitt augljóst. Og þeir gerðu þetta og þeir komust að því að gefa alteplasi hérna og placeboi hérna, að þá jukur verulega líkurnar á góðri útkomu hjá sjúklingum og slæma útkoman að vera hérna á hjúkrunarheimili eða látin, það er ósköp svipað hérna. Og þetta var gert við sjúklingar sem voru að vakna, 89%, og þeir sem voru með svona meðalstór slög í neðri kanti, þetta voru líka mikið lakúnur og svona, og æðalokun sást ykkur í 33% tilfella. Þetta er bara algjörlega unselected ischemic stroke, þetta er bara allur skalinn, stærðin. Og þetta var ekki stór drepkjarni þegar fólki kom inn að medium og þetta var favorable outcome, klárlega. Og líka var shift, þar að segja að fólki shiftast niður skalan og þannig að þetta var bara mjög gott og það voru minni líkur á lág við að vera minni líkur á dauða og slíku en það var ekki marktækt, það var ekki trend kannski. En það voru meiri líkur á heilablæðingu sem er alltaf með TPA, það eru líkur á því að fá einhvers konar heilablæðingu. Og þær voru 1,6 og þetta sem við sjáum svona 1,2 í TPA materiálinu. Og það tengjum við það að vera með stærra slag. Meiri líkur að vera með stærra slag, hruman heila, hærri aldur, blóðþrýstingur sé hár þegar sjúklingur kemur. En þó að það gerist, þá er hagur samt í sjúklingum með þann prófíl að gefa þeim TPA, þó það sé hærra hlutfall af því hjá þeim. En en þetta er samt ákveðin galli við MRI-ið. Málið er það að þetta er ekki nema 60% sensitíft og að nota þessa aðferð. Þar sé að flerbreytingar eru komnar fram hjá svolum hluta áður en það eru komin 4,5 tímar. Þannig að þetta er ekki nógu næm aðferð. Það er það sem er málið. Ég læt vera hvort hún sé spesifísk. Ég meina, við björgum fullt af fólki greinlega, þetta hefur mikið hag, en bara það er greinlegt að það er einhverju sem við erum ekki að ná þetta. Og það eru bara sumum með frábendingu fyrir MRI líka. Þannig að þetta er ekki töfralaust. Þannig að perfusion scan líka þetta gefa og hér var rannsókn þar sem meta-analýsa sem var verið að skoða þá sem eru 4,5 til 9 klukkstundar, þá sem hefðu vaknað upp með slag og skoða þá aðeins og þetta voru 3 rannsóknir, 414 sjúklingar og þetta var öllu alvarlegra slag
og hérna tíminn 50% höfðu vaknað upp með slag, restin var 4,5 til 6 og 6 til 9 og slatti var með lardsvessel, stóraðalokun, svona helmingi meira en í unselected materiali og það var slatti af iskemíska lesjónin og einkenni voru svipuð. Já, alveg rétt, ég ætla að útskýra fyrir ykkur. Þetta voru allir sjúklingarnir, en þeir tóku alla sjúklingana, settu á í gegnum svona forrit sem mælir mismats. Og forrit svolítið stíft og náttúrulega alveg bara, og það tekur bara út ákveðin hluta og forritið vildi skilda eftir 100 sjúklinga. Sem í rannsóknum hafði lokal protokollin sem þeir voru að nota sagt að væri mismats og það væri allt það mismats og svona þetta væri nú hagstætt að gefa þetta því þær voru allar að nota svona forrit og það sjáu þið svo hvað gerist að það klárlega munur á þessu excellent functional outcome og svoleiðis það það og hérna sem að línuriti, dreifinguna. Þannig að við erum góða með það, þið sjáu death hér, þetta. Þetta útkoman sem slæm, það þessi og þetta að vera mikið fatlaður heima, mjög fatlaður, þurfa heimahjúkur mikið heima. Sá hópur lækkaði og þeir sem fengu góða útkomu, hann lækkaði og þeir sem fengu góða útkomu voru betri. Og það var bara svipað með banvænar heilablæðingar og safety og svona, eins og bara innan 4 árstíma. Og við sjáum það líkurnar á þessu, en svo við kíktum þeirra sjúklingar sem skannið sagði, þá sést að það sem að forritið sagði, nei, þetta ekki alvöru, mismats, að það var engin árangur í þeim hópi og þetta 45 og 55 en í hinum hér, að það var svolítið breytileiki þar, svona heterogeneity greinilega, það einhver munur þar. Þannig að það að vanda til þegar maður að meta þetta í þessu. En hérna nýjar frábendingar og ábendingar Landspítalans, ég veit ekki hvort ég með sýna ykkur þetta, ekki búið að samþykkja þetta. Við vorum að samþykkja þetta í gær. Blóðþurraslega með fallandi einkennum má gefa sjúklingum. Ef upphaf einkenna innan 4,5 klukkustundum má gefa selsti meðferð byggt á niðurstöðu TS-heila, ekki þar á viðbótarrannsóknum. Við upphaf einkenna 4,5 til 9 klukkustundir óljóst upphaf fyrir það sem vakna með einkenni má gefa selsti meðferð viðbótarmyndgreining sín hagstæða mynd. Og það getur verið MRI eða TFS perfusion. Svo koma sem venjulegu frábendingar með blóðþrýstinginn og blæðingu, heilaæxli og eða þrumuhöfuðverkur sem að líkist subbarak þó að sjást í að setja og ýmislegt. Flysjun í ósæðaboga, flysjun í innankúpuæðum með möguleg frábending, flysjun í hálslæðum ekki klár frábending. Og svo það lendrástunga nýleg, aðgerð heila og fleiri slagagull og svo það blóðþynningin og það í lagi að vera með mónoterapi með hjartamagni, klóbutogrel, tígrelol en prasugrel þarf að íhuga vandlega. Tvöföld blóðflöðhöndi meðferð með hjartamagni og klóbutogrel ekki frábending en hins vegar hjartamagni og tígrelol eða hjartamagni og prasugrel frábending. Þríliða meðferð frábending. Heparín í fullum skammti innan 6 tíma frábending. Ef óljóst þarf að taka hægt að mæla faktor 10A og svo erum við með abygsaman, ríoraxaman, edoxaman. Meta á hvert tilfelli fyrir sig, glomerular filtration rate, aldur, þyngd, alvarleiki einkenna. Ef sjúklingur tók lyfið fyrir meira en 4 klukkustundum má mæla styrks lyfsins í blóði, akút beðinni, hringja rannsókn. Ef gildi undir 100 nanogram og sjúklingur uppfyllir önnur skilyrði má gefa segalisti meðferð. Dabigatran, við erum búin að gera þetta 2 sinnum og bara gekk fínt og annar sjúklingur bara lagaðist töluvert. En það ekki þetta náttúrulega ekki margir en þetta nokkrir og
á þessum sjúklingum, en það fer að gera þetta víða í Evrópu og það registri í gangi aðeins til að halda utan þetta. Við höfum ekki skráð samt okkar í það registri, við ættum nú að gera. Þessum sjúklingum má gefa seðilslyf meðferð ef þeir eru fatlandi og ábendingu fullnægt sem eru með stjörnurnar, ekki gefa ef það verið að fara að enda á vasklega meðferð. Þetta svona algoritmi með að gefa þegar maður er með faktor 10a, maður er aðeins að hugsa meira út úr svona pro-faktora fyrir að gefa þrombolísuna, against að gefa þrombolísuna og og í þessu til dæmis þeir ekkert að mæla. Þeir eru ekkert að mæla, þeir bara gefa. Gefa með DOAC og hefur recently taken DOAC, bara að tjekka hvort hann er eligible fyrir þrombolísu, yes. Er hann með significant neurologic deficit, er hann með klárlega fallandi einkenni, já. Er hann með proximal vessel occlusion, yes. Er hægt að hefja endoslu meðferðina 30 mínútna? No, eða þó no. Var hann á faktor 10a? Já. Hugleiðið að taka konsentrasjón og skoða það ef þið fáið svarið innan 15 mínútna. Ef ekki, þá farið bara að skoða individual benefit og risk assessment svona. Útskýrið fyrir sjúklingunum og relativ bara áhættu og svona og skráið ákvörðuna og verið í rannsókn. Og þetta flott þessi referens þetta. Þetta mjög góð yfirferð á því að þetta virðist bara öllu data vera algjörlega safe. Ekkert aukna líkur á blæðingu með ef maður ekki DOAC. En við eigum að nota tenektiplasi í stað altiplasi, segir ASO guidelines. Það betra til dæmis í Drippin C, eins og á Akureyri alveg klárlega, af því að það eru meiri líkur á því að maður opni large vessel occlusion. Þetta effektífara lyf virðist vera að opna large vessel occlusion til dæmis án þess að það sé safety concern nokkuð. Og og það það sem málið. Og maður gefur annan skammt en í STEMI. Maður gefur 0,25 en þar er 0,45 og þetta líka búið að gera svona cost-benefit analýsu á þessu og hún kemur mjög vel út. En það galli þrombolísuna. Hún náttúrulega flestir ná ekki innan 4,5 klukkstunda og margir utan þess tíma eru með óhagstætt MR eða perfusion scan og það eru margslega frábendingar fyrir gjöfinni og seglisti meðferð hún dugar ofta ekki til að leysa upp stóra sega í svona aðlægu slagaðanum. Það er kannski 50-75% líkur, 75% líkur í svona M3 einhvers staðar þar, en ef maður er með til dæmis M1 þá er það kannski 15% líkur, það er ekki meira, en það eru samt 15% líkur, líklega betra með tenektiplasan og svo segar sem eru langir og ógegndræpir, þeir eru erfiðar að leysa upp, stuttir betra, þannig getur maður að nota það. En hvort sem maður fær líka meðferðina eða ekki, til dæmis hérna eru þeir sem fá meðferðina og hérna eru þeir sem fá ekki meðferðina og þetta er að vera með NIHSS, þar að segja brottfalli við komu mikið hér. Sjúklingur sem mikið brottfall, það yfirleitt ekki góð útkoma hjá honum þó hann sé eitthvað betri, hægt að skvísa hann eitthvað betri í 1 af hverjum 20 með TPA, að þá maður ekki að ná góðri útkomu í hvorum hópnum. Og þar kemur endósklu meðferðin inn og á ákveðnu svæði og hún gagnast fyrir 15% af iskemísku slögum. 80% ekki, það er ekki hægt að svona 80-85% slögum gagnast ekki endósklu meðferðin, en hún gagnast klárlega fyrir þessi 15%, allt upp í 20% ef allt væri súper gott, en líklega bara 15 verður maxið. 5 rannsóknir komu saman, þær voru meiráttar, þær voru settar í meta-analýsu og hún klár. 20% absolutt munurinn á milli þeirra sem fá fyrir eligible sjúklinga sem fá thrombektomíu í fremri veitu með að gefa bara medicínsku meðferðina sem sumir fengu TPA. Það er 20% absolutt munur. 1/5 sjúklinga verður sjálfsbjarga fyrir tilstilli meðferðarinnar
og number needed to treat 2,6 til að sjúklingur pompi niður í fötlunarstigi eins og hann metin eftir 3 mánuði sem mjög hagstætt. Dugar á alla, líka fyrir þá sem að fengu ekki altiplasa eða fengu altiplasa skiptir engu máli. En allt öðrunur populasjón sem fekk altiplasan, þeir eru með alvarlega slag líka. En það skiptir máli að veita meðferðina sem fyrst. Þetta að sama og sést í hinu að góð strókútkoma ef að time from symptom onset to reperfusion, því styttri sem það því meiri líkur að fá góð útkomu og þetta fellur með tíma. Ekki alveg eins klárt eins og með TPA en þetta fellur með tíma. Og ef maður með unselected material, það að segja að maður bara með bara tekur CT og CT-angio og ekki þetta skoða perfusion scan eða lífvænleika vefs en bara blind gerir þetta á sem með lokun og ekki mögulega frábendingu, þá dettur fyrir hópin hagurinn niður við 7,3 tíma hérna. Ok? Og það af því að við erum svo breytileg varðandi kollektoral flæðið. Það skipt svo miklu máli. Og hér til dæmis, hér hefur lokað sama æðin og þá erum við með það að sumir eru með bara drepkjarna sem risastór en hann mjög breytilegur milli einstaklinga. Þessi til dæmis hér við 11 tíma miklu minni drepkjarni heldur en þessi hérna sem með 4 tíma. Þú veist, útkoman fyrir þennan að opna miklu betri heldur en fyrir þennan. Tíminn hefur ekkert með þetta að segja. Tíminn skiptir ekki lengur máli, liggur við. Nema jú, hann skiptir máli í því að útkoman háð kollateral og tímum. Þannig að ef maður bara miðar við tíma, það ekki rétt. Maður verður að miða við mögulega tíma og kollaterala. Það sem málið. Og hérna sést þetta. Þetta bara svona skematískt sett upp að við erum með svona fast progressors, medium progressors, slow progressors. Þetta dæmi slow progressor. Maður sem að kemur upp af einkenni að kvöldi, fær svo TPA, svo reynd endóðslega meðferð, 9,5 klukkustund eftir upp af einkenni, en það næst ekki blóðtappin út. Og en hann með góða kollaterala. Eftir 1,5 tíma, maður sér engar iskemískar breytingar. Eftir 8 klukkustundir og 45 mínútur, hérna það að sjá eitthvað. En þið sjáu ekki breytingarnar. Og þetta eftir 34 klukkustundir og 5 mínútur. Þá sjáu þetta svona. Hérna svæðið. Og það svona hazy. Þetta hérna ekkert lítur vel út. Þetta lítur vel út. Þetta bara, þú veist, stundum sjáum mynd eftir 2 tíma og þá þetta bara rautt. Þannig að tíminn bara afstæður, sko. Og í trombektómíu þá eru líka búin að gera það að kíkja á 6-24 tíma og nota þá eitthvað til þess að velja sjúklingana, perfusion scan til dæmis, eða nota mismatch, að taugaskoðun mikil en á MRI virðist vera lítill core að það sé mismatch þarna á milli. Og það alveg klárlega benefit, sjáðu þið hérna 12,6, 28 fá bara nánast engin einkenni, 19 og svo 45 ná því að verða sjálfbjarga og mortaliteti 19, 16 og það náttúrulega significant sko en trend í því 5,3, 3,3% mortaliteti með blæðingarnir meira náttúrulega endóðslega meðferðinni. Sjáum þetta í TPA og sjáum þetta líka í endóðslega meðferðinni. Að opna æð getur aukið líkur á blæðingur. Trombektómí, hérna þetta sitt upp svona, þetta bara klárlega benefit, þetta lítill fötlun, þetta dauði, bara miklu fleiri sjúklingar fá bara hagstæðari útkomu og við erum ekki að auka þá sem fær vonda útkomu. Það græða allir, það tapar enginn á þessu og hérna þetta skipt eftir tíma til dæmis, tíminn 6-12 og 12-24, maður heldur kannski bara að tíminn skiptir máli, en nei, hann skiptir engu máli, það bara þannig. Þegar maður byrjar að nota perfusion scan, þá jákvæða perfusion scan hverfur það hvort tíminn skiptir máli, það sem þetta að sýna. Tíminn skiptir þá ekki neinu máli þegar maður nota perfusion scan,
En í heildinni skiptir það máli, en lögum að nota perfusion scan til að velja sjúklingana, þá sem að, þú veist, að þá skiptir tíminn í, ef maður með gott perfusion scan, þá hagur, skiptir engu hvað langt síðan þetta gerist. Ok, og hérna erum við með það, þetta bara evidensin að það bara, evidensin mikill í þessu. Fyrir sjúkrahús sem erfitt með að gera perfusion scan, þá þetta alternatív og það komin ein rannsókn. Hérna gerir þeir það að þeir bara, í staðinn fyrir að gera perfusion scan, þá voru þeir að opna bara upp 6-24 tíma large vessel occlusion og þeir notuðu bara setja angiografíuna og þeir greituðu kollateralina sem þeir sáu periferalt bara visuált og og ef þeim fannst vera meir en 50% fylling hérna í svæðinu sem að greinin átti held ég að loka, þá var það góð. En sjúklingar máttu ekki mæta skilmerki Donor Diffuse 3. Þar setur sjúklingar utan við það. Þeir held ég fóru bara fóru beint í thrombektomíu. Þannig að þetta var öðruvísi sem þeir voru að gera. Þeir eru að greita þetta með öðrum hætti, hvort það kollateral flæði, hvort það bjarganleg penumbra, geta sér til að það sé það. Og klárlega benefit. Það bara klárt. Og þetta hvar sjúklingar lentu í þessum fötlunarstiga, það lægra með við í kontrollinu og þetta infarkt volume á follow-up 28 vers 43 meiri líkur á blæðingu eins og alltaf þegar maður veit að en útkoman í heild betri og kosturinn þetta að fleiri sjúklingar eru gjaldgengir í segabróðans meðferð þegar nota TS-mat á angio frekar en CTP og takk ég eftir ef ég fer hérna aftur búm, 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 búm að vísu inklúdar ég það kannski ekki ég sagði ekki hérna number 93 jú, sjáðu þetta þessi tala, þetta ekki góð tala hvað segir hún? Hún segir að fullt af sjúklingum voru exklúderaðir þetta allt og harðar kríterjur við erum með allt og harðar kríterjur þetta allt og mikill benefit þar sem áhættan ásættanleg við erum með allt og mikill benefit við þurfum að ná fleiri sjúklingum við þurfum einhvern veginn að liberalisera þetta meira upp og þetta ein aðferð og það komast fleiri sjúklingar inn í það Basilarasæðin það var að koma þessi Veritas metanlýs á 4 rannsóknum og hérna erum við með andóðslega meðferð svolítið ruglandi, þetta tótal ég skil ekki hverju þau voru með það þeir eru náttúrulega að setja það ekstra annarstaðar en allavega hér að fá ekki endóðslega meðferð með Basilarastrók hér að fá endóðslega meðferð og þá sjáum við það að betri útkoma og versta útkoman sem ég held í þessu að vera sett hjúkrunarheimili og dauði, lægri líkur og það bara eykur líkur að ná bara því að vera með ásættanleg fötlunareinkenni og líka að vera með það lítil fötlunareinkenni að maður sé bara sjálfbjarga og að maður shiftist niður allt margtakt og meir segja aukna líkur að vera á lífi við 90 daga þrátt fyrir að þessu aukna líkur á heilablæðingu við meðferðina, opna Basilaris en það óvissa með sjúklingarna sem eru með vægar einkenni og líka sem eru með ótbreyttari blóðþörfbreytingar þar segja að þær eru töluvert útbreyttar það svona óvissa með það af því að þá eru bara ekki margir sjúklingar þannig að þið sjáu hérna til dæmis að tíminn virðist ekki skipta máli en sjáu það eru svo fáir í yfir 12 tíma 52 þannig að þetta aðeins erfitt að draga ályktanir þar og það erfitt að draga ályktanir af NIHSS 0-9 við erum með fáa og af þeim nefnilega voru flesti bara 8 kannski eða 7, það voru ekki margir 2 eða 1 skilji það það sem málið og hérna og svo var þetta aspect score hérna eru færri en dreifingin samt þó þeir segja 0-7 það voru allir þar voru bara með 5 skilji, þú veist 5 og 6 það var engin 2 og 3 þannig að það er það sem smá óvissa með en þetta evidensin sett upp í töflu og þetta það sem að
núna uppdatera. Að maður getur gefið TPA, þetta næsta. Maður getur gefið TPA innan 4 hálfs tíma með háan level of evidence með að nota bara CT, maður þarf ekkert annað. 5,5 til 9 klukkustundir, þá getur maður nota CT og CT perfusion og þá er maður með lægri evidence með það og skynsamt í drip and ship að gefa það til að segja maður einhver myndi vera á Akureyri með slíkt vakna með slag og fara í perfusion scanna og svo var hann að fara í endurkla með fyrir sunnan kannski, þá var skynsamt að gefa en kannski ekki þegar hann kemur í Reykjavík, það er óvíst. 4,5 til 24 klukkustundir og það er lokun í MC-VAP. Já, klárlega, bara ef að það er ekki hægt að gera endurkla meðferð. Þetta til dæmis, þessi rannsókn er mjög hjálpsöm í Afríku, til dæmis og á sumum svæðum. Hún hjálpar, þá veit maður að maður getur alveg 16 tíma liðnir og maður er með loka MCA og það er ekki til endurkla meðferð og bara gefur maður TPA. Og með lokun í basilarst upp í 24 klukkustundir, já, ef það er ekki útbreidd blóðþurrð í að sjá. Þá er það sniðugt og talið skynsamt. Það er ekki mikill evidens fyrir að talið skynsamt af því að útkoman er svo hörmuleg, þú veist. Hérna vantar þetta, level of evidence. Svo er að wake-up stroke-in, góður evidence að vera með MRI. Það er mikill evidence. Það er þetta hérna og þetta hérna, hár evidence. Þetta hérna að nota perfusion scanning og þá sem vakna með slag, líka hár evidence. Þetta hérna, það er evidence. Þetta hérna sem við þurfum ekki að reiða okkur á, það er evidence en við þurfum ekki að meðferð, ég glemdi endurkla meðferðinni og hún er líka þannig að innan 6 tíma þá bara ef það er æðalokun og þá bara opna, ekkert flókið, ekkert að gera rannsóknir. Ef að onset er 6-24 tímar að þá getur maður nota perfusion scan eða MRI, bara nota ákveðna aðferð að meta jaðarflæði, að þá getur maður gert það. Ef onset er yfir 24 tímar, hvað þá? Getur verið skynsamt, vega og meta, það getur verið sjúklingar sem maður getur bjargað, komið 20-30 tímar síðan. Slow progressorar, ef við sjáum dæmi til hans mannin sem að ég sýndi ykkur á kon 1,5 sólarhringur, líklega hefði hann haft haga af því ef við hefðum farið aftur inn þá og náð tappanum, sko. En það var ekki hægt að gera í fyrirtilunum, þannig að það var ekki reynt. Basilar artery stroke, undir 12 tímar, það er klárt. En það er spurning kannski með það sem er 12-24, fáir sjúklingar. En það borgar sig og við notum það svona aðeins óvissa með ef það er sem sagt, mikið iskemískar breytingar eða sjúklingur með væg einkenni. Þetta eru meðferðarknippi sem að Marianne Klinke var að búa til, þannig að þegar sjúklingur leggst inn þá fer hann bara í svona knippi hjá hjúkrunarfræðingum. Hjúkrunarfræðingar náttúrulega elska skýrleika, það finnst ekki gott að ganga með lækni sem á erfitt með ákveða sig og þeir elska skýrleika og öryggi enda skilum að það með sjúklingar sem eru hættkomnir. Hérna er bara búið að setja upp bara mjög struktúrað allan evidence í 4 knippi og þá bara kemur ykkur inn og fær TPA og sem að bara fyrirmæli samkvæmt meðferðarknippi og þá er þetta notað. Og svo getur maður farið í fleiri knippi hérna eins og eftir heilablæðingu ef mann er grunar að sjúklingur geti herníar og fleira. Og svo en þetta er hagur að vera inn á slagningu sem er líka, ég ætla að fara að ljúka þessu, og það er slagning bjargar mörgum, bara structure að hafa vita fyrirbyggja fylgikvilla og vera inn á slagningu með að vera á medicinskri deild eða almennu taugadeild. Og þetta er hvað slagning er, skilgreiningin, þá er það svona defined area
það segja, og það sé multi-professional team og specialist knowledge og regular interaction with other disciplines og það eru multidisciplinary meetings sem eru svona stroke meetings sjúklingin og og það sem gerist á svona deildum er evidence-based meðferð og hún snýst að veita ákveðna meðferð, opna æðar, gera aðgerðir, skurðaðgerð, fancy stuff en svo líka prevention of complications sem protocolized og hefur verið skrifað hvað essentials of stroke care. Þetta mjög flott. Þetta alveg evidence allir dregin saman í bara öllu sem skiptir máli. Og það furðulega það að allt þetta fancy sem ég var með á undan, það lítur í lægra haldi fyrir því að vera á slagæningu. Stroke unit care bjargar fleirum heldur en að bjóða upp á TPA, bjóða upp á þrombektómíur. Þannig að ef maður á að gera, ef maður fengi nú ótakmarkaða peninga í Afríku og maður ætti að velja, ok, þú mátt bara velja eitt, þú mátt gefa TPA, þú mátt búa til endurskóla meðferð á hæstu gæðum í þessari borg, eða þú mátt hafa stroke unit sem supergóð og hún getur tekið öllum strókum. Þá yrði maður að velja stroke unitið, klárlega. Og þetta það sem stroke unit og það svona þetta. Þannig að þetta það sem málið. Ég kannski umræður, en ég get haft þetta uppi. Ég var eitthvað að leika mér að gera þessa slæði í gær. Ég hélt þetta á ráðstefnu í Úkraínu, sem þeir eru að byggja upp slagaeiningar og þeir hafa verið ansi duglegir við það. En þeim vantar hjúkrunarfræðingar sem eru öflugir og þeim vantar líka sjúkraþjálfara því að þeir eru svolítið stökk að þjálfa annað og þeir viti hvað það sem þeir eru að þjálfa núna þannig að þeim vantar fleiri sjúkraþjálfara í stroke care í Úkraínu. En já, þetta allt. Svo ætla ég kannski bara að ræða Akureyri, spurningar eða eitthvað, bara Landspítalann, hvað við erum að gera núna eða eitthvað. Takk fyrir Björn, spurningar og svar. Já. Björn, ef að skipta yfir í tenektarplasa? Ég veit á 5 sekúndum í staðinn fyrir 90 mínútum, hvað það er? Já, klárlega skipta yfir í tenektarplasa og við erum að gera núna á Landspítalanum og við erum núna að samþykkja nýja verkferla og við trúið ekki hvað þetta mikið vinna. Það er alveg rosalegt en leið og það búið þá erum við að gera það og ég veit að lyfjadeildin á Landspítalanum að gera þetta. Hún að undirbúa þetta með einhverjum leiðbeiningum núna, þeir eru að skoða þetta allt. Þetta í gangi núna hjá okkur. Töpuðu einhverju tenektarplassin og alþjóðplassin sambærilega hvað varðar tíma frá einkennum og slíku? Já, það ekki búið að gera alveg rannsóknir með það en í extended tímaglugga búið að gera með tenektarplassin og það að koma út að það benefit og það akkurat rannsóknir sem sýndi ykkur í extended benefit þarna upp í 24 tíma með lokunina, það tenektarplassin rannsókn. Þannig að við leggjum þetta jöfnu og þetta miklu einfaldara og það mögulegt að stytta door to needle time og það líka bara þetta miklu einfaldara. Já, nei, þetta bara bólusin að setja, gefið bara eins og morfín nánast. Guðjón? Sæll Björn, takk að kjalla fyrir þetta. Ok. Ég held ég kjafti ekki frá henni sérstaklega leyndarmáli en Björn og við höfum verið sko til í umræðu og ég veit að hann búinn að hitta hóp innan hús þannig að við erum að undirbúa skiptin yfir í tenektarplasa hjá okkur og Björn hjálpa okkur líka með þessa leiðbeiningar og annað og farum og með búin að við ætlum kannski í framhaldi að vera með svona smá stroke session hálfan dag til þess að gera þetta svona lyfta þessu enn betur upp það margt í þessu. Það sem ég velti fyrir mig Björn það heilmikið varðandi þessa endovaskular inngrip en það krefst náttúrulega það að sjúklingurinn fara suður Já, akkurat
Hvernig eigum við að standa að selektsjóninni í því? Það er náttúrulega að þið verðum með strók hópinn. Verðum við ekki einhvern veginn að þróa með okkur góða telemedicín umræðu? Jú, það þarf að gera það og ég hef náttúrulega unnið á Ísafirði og svo er búin að tala við náttúrulega lækna sem eru í felti náttúrulega bara með stróksjúklingana og unnið á Neskaupstað, Ísafirði, Vestmannaeyjum og svona skoða húsin og Akureyri og svona og það er rosalega krefjandi þessi móttaka af því að þetta er svona eins og þríhyrningur sem þarf að tala saman, það er sá sem túlkar myndina, sá sem tekur svona, er bakhjarlinn í að taka ákvörðun, sem er kannski taugalæknir, með lokal lækni sem með sjúklinginn og þessi geta ekki talað saman á sama tíma og leið þarf að meta sjúklinginn og fleira, en þetta er mjög flókið. Lausnin auðvitað fjarlækningar, góður verkferill og líklega lausnin einhvers konar rás, það sem líka myndgreiningar, þetta er mjög flókið. Það eru allir með einhvern PACS-server, sinn PACS-server og allt þetta að ef að þeir í Ástralíu eru að gera svaka vinnu og ég get komið í og skoða þá vinnu, ég þekki náungan sem er í því og þeir eru að gera svaka vinnu þar sem þeir eru í rauninni að láta lítil sjúkrahús bara gera perfusion scan og gera hluti og þeir eru með svo PACS-server sem að bæði læknirinn á staðnum sér niðurstöðuna úr, ekki PACS-server heldur svona Artificial Intelligence Automated Perfusion Imaging túlkari, þetta heitir Rapid og annað heitir Visai og þeir fá það báðir bara niðurstöðuna bara niður, bara til 2 mínútur eftir að búa ít og send þá kemur bara allt og líka röntgenlæknir sem túlkar, allir fá þetta og þetta styttir tíma einfaldar allt sko og þetta væri óskandi að fá þetta það er það sem er málið og það eru margar leiðir til og fjarlækningar ekki bara í akút stróker heldur fjarlækningar líka og þess vegna var ég að senda þessa meðferðarknippi eða hjúkrunarfræðingar og líka bara með sjúklingin eftir hann lagstur inn á deild að sé ákveðin fjarlækningar þú veist bara að fara í gegnum sjúklingin þið fletti í gegnum hann og þið eru að spá í þess og hinu og svoleiðis að fjarlækningar eru þar myndu líka hafa gagn og þau myndu líka edukera ykkur því eigið stöðugan díalóg við stroke nurse og stroke specialist með stróksjúklingana og það náttúrulega öðruvísi að ganga stofugang með þeim stuttan, ekki stofugang heldur umræðu, hvenær sem þarf með þeirri með stróksjúklingin þá verður miklu samhæðari vinnubrögð, allir verkferlar, hvernig við gerum allt og svona. Það skipt líka miklu máli. En þetta var langt svar. En úr því ég veit að byggja upp þessa einingu sem ég er mjög hrifinn af og verður flott. Þannig það er mikilvægt að þið taki þetta upp sko innandyra hjá ykkur að hafa þennan búnað til þess að geta haft þetta samband við okkur. Já, akkurat. Það er mikilvægt að þú lyftir því upp að þessi eining hafi það sko bara fyrir að geta þjónað okkur á landsvísu. Akkurat, passar. Og það er þannig að ég og Björn áttum nú samtal og við áttum að eiga fund í dag klukkan 3 en það var ánægjulegur hlutur sem kom upp á í lífi eins aðilans sem olli því að við urðum að fresta fundinum bara en mjög stutt en við ætluðum akkurat að ræða þetta í dag þannig að þetta er á dagskránni. Já, ég bara átt að vera í afmæli. Hvað segir? Já, bara komið upp um mig. Já, ok. Takk Björn. Ég er með afsakið vangaveltu með CT perfúsjón. Við erum alltaf ekki með það hér. Eftirfundur segja að það væri eitthvað sem við ættum að koma upp. Herðu, ég skal bara koma á bara annað, mjög sniðugt.
Ég skal bara koma á sambandi milli ykkar og þeirra sem að skoða þetta í Ástralíu, rannsakandi þar. Mér minnir að það sem hann mjög hjálpsamur, ég kannast við hann og ég held að hann sé forseti alheims stróksamtakana, alveg frábær náungi og hann var með fyrirlestur þetta og ég skal senda ykkur bara fyrirlestur sem hann hélt sem ég horfði á sem var mjög impressive og ég skal bara hafa samband við hann og ég skal fá glærurnar hjá honum og svo bara reyna að koma á kannski ykkur sambandi, hvernig væri það? Væri það ekki geggjað? Maður reyna að nota þetta tengslanett til ykkurs, ég held að við ættum að skoða það og kíkja það með Landspítalanum og maður á að vera opinn fyrir öllu og sjá hverjir hafa reynt svona og svoleiðis og ég sá þennan fyrirlestur og ég veit alveg hvað mér myndi langa að gera með það sko. Ég held að það sé sniðugt, en það eru aðeins vandamál með það í þessu núverandi kerfi, þetta pínlítið of flókið, hvernig við erum að kalla myndir yfir, skoða, hringja, allt þetta er pínlítið flókið og þeir hafa fundið svolítið góða lausn í þessu í Ástralíu. Björn Guðnars var með bara örstuð sko, það náttúrulega vandamál með öll þessar rannsóknir eins og diffusion flare og perfusion scan og kollateral og allt það. Bara benda það að Ívan Höller, professor í Háskólanum á Akureyri í samstarfsverkefni sem ég fæ að taka þátt í við 6 háskóla í Evrópu sem verið að skoða functional ultrasound og það byggir meðal annars að því að það sett svona húfa á höfuð á manni með 16 ómtækjum í rauninni sem að mælist heila starfsemi sama sem blóðflæði í heila og þetta gæti verið algjört breakthrough ef þessi rannsókn verður árangursrík. Já, akkurat. Þetta er akkurat málið sko og það er rosalega mikið svona að gerast sem er mjög cool og ég sá til dæmis daginn var annað sem var í sjúkrabílnum, hægt að gera sjúkrabíl og það er að þeir voru með, það er að koma fram biomarkar sem getur tekið úr blóði sem segir hvort þetta er iskemi stroke eða blæðing. Já, ég náði ekki kíkja á það á ráðstefnu síðast, það var einhver abstrakt, ég veit að vinur minn á því, en þetta virðist vera dett inn, þetta aðeins eftir að þróast áfram og þá getur maður vitað með sjúklingin af því að meðferðin við blæðingu er að lækka blóðþrýsting meira en það er til dæmis slæmt fyrir þá sem eru með iskemislag, þá geti verið hægt í flutning sem kannski tekur 1,5 tíma inn á sjúkrahús áður en myndi tekin, þá getur maður verið búin að lækka blóðþrýsting af því að það minnka líkur á hematoma growth í heilablæðingum en það er skaðlegt í iskemisk stróki og líka getur maður undirbúið allt. Og það var komið tíma, það var eitt stutt komið til komið 8 og svo. Já, ég er að hugsa DOAC af því að við höfum nú haft það sem frábindingu nú sagður að það var þetta bara að mæla konsentrasjón og að mér vitanlega þá er þetta mælt hér. Eru þið að fá þessa mælingar á Landspítala innan korters? Við fáum það tekur 20 mínútur að fá mælinguna til 25 mínútur og og þá skal ég útskýra fyrir ykkur að þessi referens sem ég var með þið skuli kíkja á hann og skoða þennan referens og kíkið á þau trials og það er Brill og þetta hefur orðið til þess að Karolinska við Sviss alveg ótrúlega margir eru bara að fara inn í þetta og þetta er ég sá líka prestasjón önnur data sem var SIDS-registrið, það er ekki búið að birta það sem er risa materiál líka, það er líka að sýna þetta er bara ekki það er náttúrulega búið, þetta er propensity score matching en þetta eru rosalega registrið, rosalega fjöldi og þetta er bara ekki eins og trend þetta er ekki þarna og þeir eru núna með trend í gangi, það er randomized rannsókn og líka registrið og þú getur valið hvort þú ert í og þeir eru með þetta er mjög safety sem það tjekkað og þetta er bara að ganga vel. Ok, kæra þakkir, við verðum að hverfa aftur í hverstæðin. Ok, æði, bara gaman að heyri ykkur og hlakka til að koma til ykkar næst og sérstaklega með Mariann, hjúkrunarfræðingi. Ok, æði. Okay. Takk.